Hildigunnur Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar við sjúkrahúsið á Akureyri. Hildigunnur, þið eru búin að setja upp sérstaka COVID-göngudeild við sjúkrahúsið. Hvaða hlutverki gegnir þessi deild? Já, það rétt. Við opnum þessa COVID-göngudeild í gær og þessi göngudeild sérstaklega ætlum þeim sem eru smitaðir, sjúklingar sem eru með staðfest smit og þurfa á einhvers konar uppvinnslu að halda. Ekki það veikir að þurfa að leggjast inn á legudeildina eða þurfa að leggjast inn á sjúkrahús en þurfa kannski bara skoðun og mat og fara á svona sínu klíniska ástandi. Þá geta þær komið, réttar sagt þeir koma þá í raun og veru í gegnum þá lækna sem vísa þeim til okkar. Það kemur enginn á götunni, heldur þetta beint eftir tilvísun lækna annarkvort frá COVID-göngudeildin á Landspítalanum eða þá þeim vaktlæknum á þeirra svæði. Hvaða svæði þjónar þá þessi deild, hvert upptökusvæði? Við erum upptökusvæði sjúkrahússins þá svæði fyrir Heilbrigðisstofnun Norðurlands og Heilbrigðisstofnun Austurlands. Þú nefndir Landspítalan, þið eru væntanlega í nánum samskiptum við Landspítalan hvað þetta allt saman varðar. Já, við erum í mjög góð samstarfi við Landspítalan varðandi göngudeildina og læknar COVID-göngudeildina á Landspítalanum í góðu samstarfi við bæði lækna á sjúkrahúsinu og vaktlæknana á okkar upptökusvæði og verklag og ýmiss konar vinnuleiðbeiningar höfum við náttúrulega nýtt okkur frá þeim, þannig það er bara virkilega gott samstarf þar á milli. En þegar það var verið að setja upp þessa COVID-deild, það hefur væntanlega þurft að hafa hraðar hendur og það að mörgu að hyggja eins og til dæmis sýkingavarnir. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt hvað hægt að gera á stuttum tíma og þarna erum við náttúrulega að tala bæði aðbúnað og húsnæði og sýkingavarnir og lyf og mannskap, við þurfum náttúrulega að tryggja mannskap á seiningu, samhæfi síðan alla starfsemina við það sem að gerast í húsinu og út á við. Og allt þetta gerist náttúrulega með þessu flotta fólki sem ég hef svo margoft nefnt þetta áður og allir leggjast á eitt því þetta jú eitt af okkar markmiðum að sinna COVID-sjúklingum ásamt náttúrulega bráðnauðsynlegri starfsemi. En þjónustan, kemur þá væntanlega til með að þróast svona eftir sem að líður á eða hvað og jafnvel breytast? Hún gerir það og sjálfsög eins og við vitum að þegar eitthvað í framboði þá náttúrulega eftirspurnin en þetta samt sem fyrst og fremst öryggi og trygging gagnvart okkar smituðu einstaklingum út í þjóðfélaginu sem þurfa bara aðeins á smá uppvinnslu að halda og gætu mögulega sem sagt lagst inn eða farið heim aftur sem náttúrulega okkar ósk. En auðvitað, ég meina við erum strax þegar að byrja að taka við sjúklingum og það eykst og þannig heldur þetta líklega áfram en þetta sem sagt þjónusta sem opin á dagvinnu þannig við erum ekki með þetta á kvöldin og helgar og að sjálfsögðu náttúrulega ef þessir einstaklingar þurfa aðstoð það fara þeir annarkvort í gegnum bráðamóttökuna eða á legudeildina eftir hvort það búið ákveðið innlögn eða ekki. Hvernig gengur ykkur að manna sjúkrahúsið núna og hvað með bakvarða sveitina? Þetta gengur ágætlega. Við erum náttúrulega fyrst og fremst að nýta svolítið okkar eigi fólk og færa þá fólk til á milli eininga eftir sem hægt eða fá bara nýta það starfsfólk sem við höfum en sem betur fer þá hafa margir skráð sig í bakvarðsveitina og við höfum þurft að nýta okkur það líka og hvetjum náttúrulega alla til þess að gera það áfram því það er mikið betra að hafa nóg framboð heldur en ekki. Er þetta fólk sem að í að þá búsett á Eyjafjarðarsvæðinu sem að bjóða sig fram? Já, flestir eru að minnst með einhverja tengingar eða eru ekki langt í burtu en ég get ekki alveg nákvæmlega sagt hvar þeir búa vegna þess að ég bara ekki alveg með listan en það nú eiginlega flestir þannig og fólki í bakvarðsveitina tekur fram hvar það vill vinna, hvernig það vill vinna og svo framvegis. Nú hefur heimsóknarbannið verið í talsverðan tíma, væntanlega þá farið að reyna svolítið svona á sjúklinga og starfsfólkið þó að kannski staðan sé öðruvísi á öldrunarheimilum. Já, auðvitað hefur þetta áhrif að við getum ekki hitt okkar nánasta og sérstaklega erfiðum tímum þegar fólk liggur inn á sjúkrahúsi en það sem kannski hjá okkur að það sem þetta bráðadeildir að þá er fólk ekki mjög lengi inni en þetta hefur vissulega áhrif eins og heyrt varðandi til dæmis fæðandi konur og aðstandendur í kringum það og sjálfsögðu náttúrulega veika sjúklinga. Þetta hefur allt saman áhrif. En hvað með páskana? Við erum að sigla núna inn í, langa helgi. Já, við getum kannski fyrst og fremst við erum á vaktinni, við erum alltaf á vaktinni og sinnum náttúrulega þeirri þjónustu sem við þurfum að gera og við erum náttúrulega með bæði bráðamóttökuna að opna allan sólarhringinn og legudeildina líka, göngudeildin verður opin að hluta og þá sinnir því sem hún þarf að sinna. Skilaboð til bara almennings vegna þessarar löngu helgar? Já, bara fyrst og fremst þetta náttúrulega sem búið að margoft að segja að við eigum að halda okkur heima og fara ekki neitt eins og ég heyrði í morgun og vera bara á sínum stað og náttúrulega muna
enn og aftur alltaf eftir hreinlætinu og þessum fjarlæga takmörkunum að vera ekki nær en 2 metra fjarlægð hjá bara því fólki og bara halda ró okkar, þolinmæði, þetta líður, við klárum þetta. Og ferðast bara heima hjá sér? Ferðast bara heima hjá sér og finna eitthvað skemmtilegt og mér sýnist allir vera að taka hinum ýmsu áskorun hvað það varðar. Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar við sjúkrahúsið á Akureyri. Þakka þér fyrir. Já, takk sömuleiðis.